kæru fyrirlesarar og gestir, verið öll velkomin á málþing Vestmannaeyja í nútíð, fortíð og framtíð, tækifæri og ógnanir. Upphaf búsetu í Vestmannaeyjum má rekja langt aftur, jafnvel lengra aftur í sögunni en annars staðar á Íslandi. Þau komu Papana frá Írlandi. Hér í Eyjum einnig talin hafa verið elsti þéttbýlisstaður landsins. Í ár eru 100 ár frá því að Vestmannaeyjar fengu kaupstaðaréttindi. Við sem hér búum höfum oft þurft að takast á við stór verkefni, stundum geigvænlega stór, eins og það að fá heilt eldgos yfir bæinn. En við tókumst á við það sem samfélag og byggðum aftur upp, öflugt og blómstrandi bæjarfélag. Þessi langa saga Vestmannaeyja, einkum síðustu 100 árin, er saga frumkvöðla, frumkvæði, framsýni og áræðni. Dæmi framsýni stórhuga manna var þegar Björgunarfélag Vestmannaeyja var stofnað 1912 og í framhaldinu keypti félagið fyrsta varðskip okkar Íslendinga. Þannig varð félagið í raun fyrstir vísir að landhelgisgæslunni. Það verður líka að minnast á Gísla J. Jónsson sem fæddist árið 1880 og var einstaklega framsýnn og hafði mikil áhrif Vestmannaeyjum til heilla. Hann lét smíða og flytja til Eyja fyrsta vélknúna fiskibát landsins árið 1904 og árið 1928 lét hann smíða skipið Heimaey sem var fyrst allra vélbátar á Íslandi úr loftskipaflotans. Árið 1913 reisti Gísli fyrstu fiskimjölsverksmiðju á Íslandi hér í Eyjum og fylgdi því svo eftir með lýsisbrennslu. 1920 byggði fyrirtækið Gísla síðan fyrstu olíutankana hér á landi sem var til þess að vélvæðing landsins gekk mun hraðar fyrir sig og olíuverð lækkaði til muna. Hægt er að fullyrða að atvinnusaga okkar í Eyjum og jafnvel landsins alls hefði orðið önnur ef framsýni og hugrekki Gísla hefði ekki notið við. Margt af því sem við hér í Eyjum vorum í fararbroddi með síðustu rúmlega 100 árin tengist eðlilega sjávarútvegi og þar erum við í fremstu röð enn í dag. En það dugar ekki að líta bara á glæsta fortíð og sterka stöðu í nútíð. Það felur í sér stöðnum. Við þurfum að horfa til framtíðar og sýna kjark og þor, framsýni og frumkvæði eins og ég lýsti hér áðan. Grípa ný tækifæri sem gefast á nýjum sviðum. Fyrirlesararnir hér í dag eru komnir til að fræða, upplýsa og vonandi kveikja nýjar hugmyndir. En í dag byggjum við okkar samfélag fyrst og fremst á sjávarútvegi og greinum tengdum honum. Og fyrirsjáanlega framtíð verður hann áfram undirstaðan. Önnur stoðin okkar er ferðaþjónusta sem verður síðan stöðugt mikilvægari og á mikla möguleika með bættum samgöngum. En við þurfum að huga að þriðju stoðinni. Það er hugvitið og nýsköpun í öðrum greinum en ég nefndi hér á undan. Bæjarstjórn samþykkti við gerð síðustu fjárhagsáætlunar að verja fé til að styrkja undirbúninga þeirri vinnu. Málþing þetta er hluti á því að horfa fram á við, ræða nýjar hugmyndir og kveikja kjark og þor til að framkvæma þær. Bjóðum framtíðina velkomna, ég segi þetta málþing sett og bið Söru Sif Grettisdóttir, málþingsstjóra að taka